Ég heiti Linda og ég ætla að kenna þér að plæja. Það sem við þurfum að spá í þegar við förum að plæja er val á dráttarvél með við stærðina á plóginum. Og við miðum við að við hvern streng þurfum við 20–25 hestafl. Með vendiplóg þurfum við að spá í að hann er þyngri og hann er meiri og dráttarvélin þarf aðeins meira afl. Það sem við þurfum líka að hugsa þegar við förum að plæja er stærðin á dekkjunum. Heppileg stærð er svona 45–60 cm. Þessi dráttarvél er með fullkomin dekk og er með 540 dekk af því að dekkið þarf að passa í götuna. Þá er mikilvægt að hafa réttan loftþrýsting svona 15 pund er hentugt fyrir þessa vinnslu og sami loftþrýstingur í báðum afturdekkjum. Ef að of mikill þrýstingur er í dekkjunum getur komið hjólskrik, jafnvel þjöppun á jarfi, of mikil þjöppun á jarfi. Þegar við förum að plæja þurfum við líka að hugsa breidd milli afturhjóla. Breidd milli hjóla er mismunandi eftir dráttarvél. Mynd af breytingunum af hjólburunum má finna í handbók vélarinnar. Hlutfallið milli dýptar og breiddar á streng er 1:2. Ef við erum að plæja 20 cm dýpi er breidd strengsins 40 cm. Bil á milli hjóla á að vera 3 sinnum velti breidd og gera það 3 sinnum 40. Það gera 120 cm pluss 2–11 cm. Ef 18 cm djúpa plægingu er að ræða er veltibreiddin 36 cm. Bil milli hjóla væri þá 3 sinnum 36 pluss 2–11 cm. Það gera 110–119 cm á milli afturhjóla. Hjólabilið að framan á svo að vera það sama á hjólabilið að aftan. Hjólin eiga að vera í sömu sporvídd og passa þannig í götuna bæði að framan og aftan. Mikilvægt atriði þegar við erum að plæja eru hliðarsláttastífurnar. Á þessari dráttarvél eru sérstakar plægingar hliðarsláttastífur. Í þessari stöðu er beislisarmurinn fastur og þá getum við flutt plóginn án þess að hann sláist í hliðana. Svo þegar beislisarmarnir eru látnir síga, lyftist þetta upp og plógurinn getur leikið aftan í dráttarvélinni þegar við förum að byrja að plæja. Annað sem við þurfum að spá í þegar kemur á beislisarmunum er þessi hérna stilling. Beislisarmurinn gengur hérna upp og niður og hann á að vera fastur. Annars getur afstaða til landsins orðið röng og plógurinn getur velt til. Það gerir strengina misdjúpa og eigum við að passa að beislisarmurinn sé í fastri stöðu. Í dráttarvélinni er búnaður sem að kallast sjálfvirk þyngdaryfirfærsla. Hann virkar þannig að þegar átaki verður mikið á beislisarmana lyftast þeir upp og plógurinn lyftist og þegar átaki minnkar lækka beislisarmarnir og plógurinn getur gengið ofan í jörðina aftur. Til er eitthvað sem heita átakslínur. Þær segja okkur hvernig átak er að koma frá plóginum aftan í dráttarvélina. Átakslínur eigi að fylgja beislisörmunum og skerast rétt aftan við fremri hásingu á dráttarvélinni. Ef við ímyndum okkur línu sem á að fylgja beislisörmunum alveg undir vélina, ættu línurnar að skarast rétt aftan við fremri hásingu. Ef beislisarmarnir eru rangt stiltir og standa til dæmis beint aftan úr vélinni, verða átakslínur rangar og við fáum ekki skurðpunktinn við hásinguna. Nú erum við komið með plóginn aftan í og ætlum að stilla þar sem þarf að stilla áður en við förum út að plæja.
Við erum með Kvernaland AD85 plóg sem varjóplógur með strengbreidd frá 12 upp í 20 tommur. Við ætlum að byrja á því að stilla bæði ristla og hjólhnífa, en best að gera það áður en við förum út að plægja. Bil milli hjóla og strengbreiddin sem við ætlum að plægja stjórna svo hvar plógur lendir aftan á dráttarvélinni og þurfum við að fylgja því og hafa stafninn í réttri stöðu. Yfirtengið þarf að vera beint til þess að fá rétta plægingu. Við þurfum líka að passa okkur að hafa yfirtengið í aflanga gatinu hérna á stafninum svo að plógurinn geti fyllt landinu vel. Hjólhnífurinn hefur tvívíða hreyfingu. Hann fer bæði upp og niður og inn og út í landið. Þegar 18 til 20 cm plæging annars vegar á hjólhnífurinn að vera svona 5 cm frá miðri skeratá og upp í hníf. Ég komi með rétt skeið eða flatjárn sem 2 cm og mjög gott að nota til þæginda þegar maður að mæla. Maður leggur rétti skeiðina hér upp að landinu og passar að hjólhnífurinn sé 1 til 2 cm. Ristillinn líka mikilvægur og hefur hann þrívíða hreyfingu. Við þurfum að stilla hann fram og aftur, upp og niður og inn og út í landið. Fyrsta stillingin sem við þurfum að gera stillingin fram og aftur á ristlinum. Við miðum við hjólhnífinn. Hjólhnífurinn lagður svona að og hann á að vera í rauninni helminginn af radíusnum eða 1/4 af þvermálinu. Næst ætlum við að mæla hæð ristilsins og ef við miðum við 18 til 20 cm plægingu eiga að vera 12 til 15 cm frá ristiloddi og að miðri skeratá. Næst ætlum við að mæla afstöðu ristils við landhliðina og notum við þá sömu rétt skeið eða flatjárn og með hjólhnífinn. Leggur hann að landhliðinni og á ristiloddurinn að vera í sömu línu og landhliðin. Ef ristillinn fjarlægður eða ekki rétt stilltur getur fyrri gróður verið fljótur að ná sér á strik aftur. Illgresi á greiðari leið upp á milli plógstrengjana og veltan á plógstrengjunum verður ekki rétt og þar af leiðandi öll plægingin. Ef ristlar of neðarlega eigum við hættu á að fá útskúlun næringarefna og að gamall gróður á greiðari leið upp á milli. Rétt stilling á ristlanum mjög mikilvæg. Engin gróður á greiða leið upp á milli, veltan verður rétt og öll eftirvinna í jarðvinnslunni verður auðveldari.